Daginn og velkomin í Silfur Egils. Hér síðar í þáttinum fáum við Reyni Axelsson, stærðfræðing. Við ætlum að fara yfir, hann hefur skrifað mikla greinargerð dóm Hæstaréttar í stjórnlagaþingsmálinu og sem hann telur að standist ekki alveg öll rök. Reynir nú einn svona helsti rökfræðingur þjóðarinnar. Og svo fáum við Stefán Arnórsson sem prófessor í jarðeðlisfræði og ætlum að ræða við hann jarðhita og nýtingu hans og ýmislegt því tengt. En við byrjum hér með, svona eiginlega fréttivikunar, eins og það heitir. Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, formaður Framsóknarflokksins, Margrét Tryggvadóttir og hreyfingunni Tryggvi Þór Herbertsson, Sjálfstæðisflokki og Sigmundur Ernir Rúnarsson í Samfylkingunni. Þessi tveir eru þingmenn fyrir norðan, báðir. Norðausturkjördæmi, svo kjördæmavika, þannig að nú hverfa allir þingmenn á brott, sennilega úr bænum, þeir sem eru utan bæjar. Og þú veit ég fyrir norðan líka, Sigmundur. Við hljótum nú að byrja á þessum stóru fréttum sem að hafa svona unnið yfir okkur síðustu daga úr Sjálfstæðisflokknum, að Sjálfstæðisflokkurinn vill fara að samþykkja Icesave eða megin hluti þingflokksins og þar á meðal formaðurinn. Og þetta rosaleg, manni finnst að þetta séu rosaleg átök í kringum þetta. Og það mikil reiði og svikabrigsl en svo eru aðrir sem segja Bjarni Benediktsson kunna hafa styrkt stöðu sína allavega í ákveðnum hópin. Svo eru líka aðrir sem benda á að þeir sem að hrósi Bjarna séu aðalega á Samfylkingunni núna. Og þarna sé ég vel komið svona einhverju flötur á stjórnarmynstri Hvað segir þetta, Sigmundur? Jú, ég einn af þeim sem hrósaði Bjarna Benediktsson fyrir það að taka þjóðarhagsmuni fram yfir þrönga flokkshagsmuni. Ég held að þetta snúist sem það. Menn eru búin að reikna sig til niðurstöðu sem að mínu mati og fleiri farsæl fyrir þjóðina. Við erum að taka minni áhættu en heldur meiri. Og auðvitað hefur þetta verið erfitt fyrir Bjarna Benediktsson en mér finnst hann hafa stigið upp sem leiðtogi flokksins í þessu máli. Og ég ekki einn með þessu skoðun. Ef við horfum á síðustu 4 formenn Sjálfstæðisflokksins, þá staðan 3-1. Geir H. Haarde og Þorsteinn Pálsson hrósa Bjarna Benediktsson fyrir þessa ákvörðun og það segir kannski sína sögu. Já, en þetta dálítið mikil, þetta rosalega átök sem eru þarna í gangi. Já, og pólitík náttúrulega á síðustu og verstu tímum átakapólitík vegna þess að við erum að fást við feikilega erfiða hluti og við erum að endurreisa heilt samfélag og það hvín í. Við erum ekki öll sammála hvaða leiðir á að fara, hvort heldur í Icesave-máli eða atvinnumálum eða öðrum veigamiklu málum og hafi einhvern tímann verið ástæða til þess að tala feilleitrað, þá það núna. Tryggvi, hefur þú sannfæringu fyrir því að þetta sé rétt leið sem þið eruð að fara? Já, algjöra sannfæringu. Ég mjög dyggur stuðningsmaður þess að fara þessa leið og styð formann algjörlega í hans ákvörðun. Ef við kíkjum aðeins á söguna þá höfum við sjálfstæðismenn alveg hreint frá því í hruninu, þá höfum við verið algjörlega samkvæm sjálf okkur í því að vilja fara samningaleiðina. Ég meina við byrjuðum á því að gera það með yfirlýsingu eða áliti utanríkismálanefndar á hausti 2008 og síðan skrifa Davíð Oddsson undir samning við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn þar sem hann segir að við viljum semja þetta eða fara samningaleiðin í þessu máli og svona alveg hreint allan tíman höfum við sagt við viljum semja en aftur á móti við viljum ekki beygja okkur undir einhverjar löglausar kröfur Breta og Hollendinga. Það viljum við ekki. Við viljum koma fram sem fullvalda þjóð og semja á forsendum sem við getum sætt okkur við og núna á síðasta ári, árinu 2010, að þá var samið á þeim forsendum sem endaði í þessum samningu og þar með erum við búin að standa við þær yfirlýsingar sem við gáum og hvort heldur það var það sem að Davíð Oddsson skrifaði undir eða það sem utanríkismálanefnd lýsti yfir. Nú hefur verið bent á að það séu landsfundarsamþykktir það að það eigi ekki að samþykkja þetta. Nei, það ekki alveg rétt vegna þess að landsfundarsamþykktin segir að landsfundur ályktar sem svo að hann segir nei við löglausum kröfum Breta og Hollendinga. En á meðan að þessi samþykkt var þegar að þessi samþykkt var til, þá vorum við í samningaferli og þar sem að við fulltrúa stjórnarandstöðunar áttum inni, eða stjórnarandstaðan átti fulltrúa inn í samninganefndinu og það voru samningar í gangi og landsfundur var algjörlega með þá á hreinu.
það alltaf annað mál hvort að maður þvingaður upp á vegg og látin skrifa eða gera einhverja samninga sem að eru bæði niðurlægjandi og ósangjarnir, eða hvort maður frjáls maður í samningum og reynir að lempa málin þannig að þau lendi ekki fyrir dómstóla, og að mínu viti sá samningur sem nú liggur fyrir, að hann samningur þar sem við höfum komið fram sem frjáls fullvalda þjóð og höfum getað sett okkar marka á þá samninga. Við erum ekki að kokgleypa hluti eins og ríkisstjórnin gerði hérna. Og þú telur ekki hættan á að þetta fari í dómstól, þú vilt ekki að þetta, þú telur að dómstóluleiðin sé ekki góð? Ná, sko, ég held að það eru tveir möguleikar núna, það annars vegar að samþykkja þetta og hins vegar að samþykkja það ekki, og þá kemur upp önnur staða, ef við samþykkjum þetta ekki, þá getum við farið dómstóluleiðina, eða þá að þessi samningar hanga bara yfir okkur í nokkur ár. Það finnst mér líklegri niðurstaða heldur en að dómstóluleiðin verði farin. Vegna þess að ég held að Bretar og Hollendingar vilja ekkert sérstaklega fá þetta fyrir dómstóla, ekki af hræðslunni við að tapa eða vinna eða hvað sem það heldur af hræðslunni við það að þessu umtali að innlánstryggingakerfi Evrópu sé núna undir En kannski allt í lagi að hafa þetta hangandi yfir okkur? Eða? Nei, það held ég ekki. Ég held að þetta sé þannig að sko, ef þetta hangir yfir okkur, það ekki þannig að við breytumst í ykkur á Norður Kóreu eða Kúbu eins og þeir sögðu kollega minni fyrir í háskólanum. Heldur það að þetta verður óþægilegt mál sem þýðir að fjárfesting verður örlítið minni hérna á Íslandi heldur en annars staðar, og sem þýðir það að lífskjör verða örlítið lakari hér á Íslandi á hverju ári heldur en í nágrannalöndum, sem þýðir það að við drögumst aftur. Það það sem ég trú, en það verður ekki kollsteypur hérna, alls ekki. Nei. Sigmundur, hann mælir, hérna sjálfstæðismaður kominn sem mælir eindregið með því að fara samþykkja þetta á Alþingi. Já, ég sammála Tryggva suma hluti. Í fyrsta lagi það að nokkru leyti þingflokkur Sjálfstæðisflokksins sjálfur sér samkvæmur í þessu. Vegna þess að hann hefur mjög oft verið ákaflega tæpur á fyrri stigum líka í ISF 1 og ISF 2. En eru kannski búin að gleyma því að stjórnin taldi sig meiri sem vera búin að semja við Sjálfstæðisflokkin, taldi sig svo svikna þegar þeir mætti í þingsal og sátu hjá. Já. Það var sko gömlu samningurinn. Þannig að kannski ekki kom manni svo óvart að þessi þingflokkur skuli komast að þessari niðurstöðu nú. Það sem var undarlegt við það var hvað það gerðist skyndilega, því að mann fannst hreyfingin vera miklu frekar í hináttina. Svoleiðis að þingflokkurinn hefur kannski verið svona meira að reyna að elta Vilhjálm Egilsson félaga í samtökum atvinnulífsins heldur en grasrótin flokknum, alveg frá upphafi, hefur mér fundist. Ég er líka sammála Tryggva það að það sé mjög ólíklegt að dómstólaleiðin verði farin hvernig sem þetta mál endar, hvort sem skrifa undir eða ekki, af þeim ástæðum sem Tryggvi þó nefndi. Hins vegar þá það matið á sko, áhrifum þess að bíða. Við höfum séð það að fram á þessu hefur tíminn að öllu leyti unnið með okkur, og reyndar það þannig núna að við erum ekki komin með þær upplýsingar að við getum sagt að það sé forsvaranlegt að klára málið. Ef við varum að klára það með svona óljósum upplýsingum, þar sem við höfum í raun ekki hugmyndum hversu mikið lendir á íslenskum skattgreiðendum, þá það framhald af því fúski sem mann hafa leyft sér í lagasetningu til að mynda í fráleitri skattalöggjöf á undanförnum 2 árum. Svo þetta bara spurning það að skoða hlutina rökrétt og gera það faglega. Og faglegt mat sýnir okkur til að mynda hver áhrifin voru af því að samþykkja ekki gömlu ISF-kröfunar. Ég ætla ekki að fara að rifja upp allan þennan hræðsluáróður sem menn muni eftir. En nefna tvennt, því var haldið fram að gengi krónunnar myndi veikjast ef við bættum ekki á okkur gífurlegum skuldum í erlendri mynt. Jafnvel nokkur fyrirverandi kollegar Tryggva leyfðu sér að halda fram þessari fjarstæðu. Þetta bara þversögn. Enda kom þetta eina að sú var raunin. Hitt var að menn héldi því fram að ef við gengjum ekki frá þessu, þá myndi ekkert lánsfé koma til Íslands. En hver var þróunin? Nánast upp á dag, þegar menn sáu fram á gamla ISF-samningurinn yrði felldur, þá var viðskilnaður í þróun á þessu skuldatryggingálægi, sem mælir það hversu góður lántakandi í geru. Það hafði sveiflast svona, ólík lönd sveiflast í takt, allt í neitt daginn, þá fer Ísland að lagast og hinir upp. Þetta gerist nákvæmlega þegar menn hætta við að bæta á sig þessum ISF-kröfum. Og að menn skuli ennþá vera að leyfa sér að halda því fram að þetta mál sé hindrunin í fjárfestingu hér, þegar að menn á sama tíma eru með ströng gjaldeyrisöft, sko í andstöðu við EES-samningin. Þeir eru þekktir fyrir það erlendis að hér sé sko umræða þjóðnýtingu og eignarnám, og í þriðja lagi skattastefna sem svo flókin og svo galin
og undir kjörorðinu you ain't seen nothing yet að hingað þorir enginn að koma með fjármagn. Svo leyfa mér sér að kenna einhverju ágreiningi milli fjármálaráðuneyta Íslands og Bretlands. Þetta bara eitthvað sem heldur engu vatni. En finnst þið þá óþarfi að klára þetta mál núna? Sko, ég hefði viljað sjá það klárast gjarnan með samningum, eðlilegum samningum. Og hvað eðlilegi samningar? Þeir byggjast á því að þrotabú bankans sé notað til þess að standa undir kröfurum. Það í samræmi við lögin. Þrotabúið á að greiða þessar kröfur. Og það liggur jafnframt fyrir að Bretar fengi með því allan höfuðstól sinn endurgreiddan og meira segja töluvert mikið upp í það sem þeir ákváðu sjálfur að borga umfram. En þér finnst þetta sem voru vondu samningur? Flestum þætti nú gott að ef þú lánar einhverjum pening og hann verður gjaldþrota, þá þætti nú yfirleitt gott að fá allan höfuðstólinn tilbaka. En að vera að heimta vexti í ofanálag, tala hann ekki þegar búið að valda Íslendingum og meðan að þrotabúi Landsbankans gífurlegu tjóni með hryðjuverkalögum og öðrum aðgerðum breskra stjórnvalda, þá það býsna langt gengið að vera að heimta vexti líka. Því að þetta ennþá löglausi samningar. Það var það sem ég áttaði mig ekki á hjá Tryggva. Hann hélt í fram að landsfundur Sjálfstæðisflokksins hefði lagt gegn löglausum samningum. Eru þá þessi samningar orðnir lögmætir? En svo margir hafa sagt að þetta sé miklu betri samningur. Þeir eru miklu betri. Og Búchælt sagði að við myndum ekki ná betri samningi. Já, það heldur sjálfur rétt úr því sem komið var. En hann tók það alltaf fram. Úr því sem komið var. En sagði hins vegar frá upphafi að hann hefði farið allt aðra leið og hann var ekki hræddur við dómstólaleiðin eins og menn hafa síðan. Þannig að þú hafnar þessum samningi? Já, ég hafna honum, en ég get samt skilið að menn vilji meta stöðun aftur. En það hins vegar ekki hægt öðruvísi en að almenningur fái að koma að því. Að tveimur ástæðum, það búið að vísa stuð þjóðarinnar, hún skar úr mjög afgerandi og hitt að við erum að fara út fyrir lögin, út fyrir það sem að Alþingi í rauninni hefur heimild til að gera, undir þetta óútfylltan tékka eins og sagt og þá verða menn að biðja almenningum leyfi ef menn alltaf undir þetta þjóðaratkvæði sem sagt. Þjóðaratkvæði, já. Margrét. Já, ég vil senda þetta í þjóðaratkvæði og ef við erum að fara að kjósa stjórnlagaþingi líka þá bara að gera þetta í leiðin bara saman og jafnvel taka kvótan líka. Já, og kjósa til Alþingis. Þessi kvótan stjórnlagaþing. Ef við erum að fara í dýrakosningar þá bara skulum við gera þetta saman. Sko, ég sammála Sigmundi Davíð á mörgu leyti og ég skil ekki af hverju menn vilja flýta sér svona. Ég veit að Steingrímur nagaði sig mjög neglurnar því að það var að koma kjördæmaviku og hann hefði ekki að klára þetta fyrir í næstu viku, heldur það að bíða fyrir mig þar næstu væntanlega. Við lögðum upp með það að ef það væri ykkur afgangur sem þyrfti að greiða, hann myndi ekki lenda á íslensku þjóðinu og honum þá skipt á milli þessara þriggja þjóða. Það voru okkar veganesti inn í þennan samningapakka. Það varð ekki. Við höfum reynt að hugsa þetta í lausnum og lagt til að nefndir þingsins reyna að finna leiðir til þess að þetta lendi ekki á þjóðinni heldur á fjármálakerfinu. Við höfum lagt til bankaskatt, hækkaðan bankaskatt og að þetta sé greitt með iðgjöldum í gegnum tryggingarsjóð innstæðueigenda. Það í raun verið að kanna þetta bæði efnahags- og skattanefnd og viðskiptanefnd en prinsippið að einkaskuldir á ekki að ríkisvæða. Það bara þannig. Nei. Og ég get tekið undir það að ef við ætlum að fara út í það þá verðum við að spyrja þjóðina því hún var með þetta mál og hún sagði sitt. Já. Hvað segið þið félagar þjóðaratkvæðagreiðslu? Ég held að það sé algjörlega nauðsynlegt að skoða allar hliðar á því máli og hafna því engan veginn. Og ég held að þeir sem vilja þjóðaratkvæðagreiðslu, þeir hafa mjög mikið til síns máls og það verður að bera virðingu fyrir því. Og þetta nákvæmlega rétt sem Margrét segir að það viss samhengi í hlutunum, en það líka aðrir hluti sem að koma til. Og þetta þarf alltaf að vega og meta. En það eitt sem ég langar til þess að segja út af því sem Sigmundur Davíð, félagi minn, sagði hérna á hana, að það má ekki rugla því saman að við höfum haft eitthvað vilja til þess að samþykja fyrri samning og því að við reyndum að afstýra því hræðilega óláni sem var verið að stefna hérna yfir okkur þegar við tókum þátt í að gera efnahagslegu fyrirvarana. Og það var algjörlega kýrskýrt á okkar hálfu að við vorum algjörlega á móti samningunum en við höfum reynt að dempa þetta eins mikið og hægt væri. En ekki þversögn í því að segjum þetta verið samþykkt með eins, það færi eins í þriðju atkvæðagreiðslu þinginu og fór í annar atkvæðagreiðslu sem sagt mikill meirihluti samþykkið þetta. Það einhvern veginn á þá að vera þjóðaratkvæðagreiðsla? Það spurning. Það spurningin sem við þurfum að svara
að ef að til dæmis kemur ekki þrýstingur frá almenningi, til dæmis eins og kom þarna það var náttúrulega risastór undirskriftasöfnun. Ef það kemur, ef að Alþingi svona nokkuð sammála þetta, að það er ekki svona barinn meirihluti eins og það seinast heldur að það góður meirihluti. Þið söðlið var milli annar og þriðju umræðu? Nei. Ég held að við þurfum að horfa á það hvernig þetta fer að lokum í þinginu ef það er afgerandi vilji þingsins að fara að þessum samningum, þá ber að túlka það sem afgerandi vilja þjóðarinnar að mínum að til. Við erum að tala fulltrúa þjóðarinnar á þingi sem að taka þessa ákvörðun. En ég útiloka ekki þjóðaratkvæðagreiðslu, þú mátt ekki túlka orðin þannig að ég er almennt hlynntur þjóðaratkvæðagreiðslum stórmál, en við mögum heldur ekki glemma því að fræðilega þá talja menn að fjárskuldbindingar eigi valla að fara með í þjóðaratkvæðagreiðslu. Við sjáum það að ríki eins og Kalifornía fer nánast með allt í þjóðaratkvæðagreiðslu, jafnvel skattlagningar og enda það ríki komið á hausinn. Það er nú allir gangur því, í Sviss skatta líka og hefur en fræðimenn segja, og Lee Buchheit sagði afdráttarlaust á fundum okkar í fjárlaganefnd að það ætti ekki að fara með þetta mál til þjóðarinnar. Hann orðaði það bara einfaldlega þannig vegna þess að við ættum ekki að vera að risikera þessu máli með þeim hætti. Við eigum að taka þetta inn til þingsins og fjallum þar mjög vandlega, og það hefur verið gert á yfir 300 fundum og klukkutíma fundum í fjárlaganefnd, og ég held að ekkert mál hafi verið tekið inn til þingsins með vönduðum hætti og þetta mál. Það er búið að skoða allar hliðar þess, margsinnis, fá að málinu marga helstu sérfræðinga þjóðarinnar og víðar, og í þessu máli finnst mér þingið hafa lært nokkuð af rannsóknarskýrslu Alþingis, þar sem má segja helsta niðurstaðan sé sú að vald takmarki þekkingu og þekking takmarki vald. Í þessu tilviki var gripið til þekkingarinnar og hún notuð. Það þurfti nú mikið til. Hún notuð. Já, það er ekki einu svona að lesa samningin. Við erum búin að fundum þetta. Þetta sé mikið leksía. Við erum búin að fundum þetta í 300 klukkutíma og fá að málinu alla helstu sérfræðinga sem til eru í málinu. Það var nú ekki ríkisstjórnin að kenna. Jú. Ríkisstjórnin hefur aldrei reynt að hindra umfjöllun þetta mál. Það ekki, nei. Jú, það er nú. Reyndi með sér hindra þjóðaratkvæðagreiðslu. Við skulum mér langar aðeins að fara aftur í sjálfstæðisflokkin. Nú er þetta, þegar fyrir formaður flokksins skrifar að Bjarni Benediktsson sé orðinn vikapiltur Steingríms J. og maður les á vef sjálfstæðismanna, einum sjálfstæðisvefnum að Bjarni Ben hafi glatað hinum almenna sjálfstæðismanni. Og svo að þessi þarna skil á milli grasrótarinnar og forystunar. Hefur áhyggjur af þessu? Auðvitað hef ég áhyggjur af því að það komi upp illdeilur í flokknum, en það hefði nú einhvern tíma þótt saga til næsta bæjar að Björn Bjarnason og Davíð Oddsson og Hannes Hofsteinn Gissurarson og Tómas Ingi Olrich og fleiri væru grasrót flokksins. Það er ljóst að það er mikil barátta þarna, að menn eru mjög hatramir, þeir sem ganga hvað mest á móti þessu, og sumir ruglaði saman hverju það eru sem raunverulega stjórna Sjálfstæðisflokknum. Það er náttúrulega Bjarni Benediktsson sem geri það og með glæsi brag. Ég var á fundum í gær, ég var sjálfur með 60-70 manna fund út í Kópavogi. Þar var ég með henni sönnu grasrót. Það var 500 manna fundur í Valhöll, það var fundur í Garðabæ sem endaði með því að fundurinn ályktaði að styðja þessa ákvörðun þingmanna Sjálfstæðisflokksins og formannsins. Það var fundur út á Álftanesi og þessi heift sem að menn tala við finnum hann ekki á þessum fundum. Það er fólk sem er reitt og sárt yfir því að þessi ákvörðun var tekin, en aftur á móti að hún virðir það að hún hafi verið tekin nákvæmlega eins og ég virði það og við virðum það að það er einhverjur á móti þessu af prinsipp ástæðum, en að
það sé eitthvað klopningur í Sjálfstæðisflokknum. Það af og frá, það ekki það sem maður finnur. En menn hafa nú talað að Bjarni, það þyrfti að koma svo tími að Bjarni myndi slíta sig frá þessum hópi sem Já, ég búinn að vera núna þingmaður og frá í 2 ár bráðum og í þingflokknum og ég hef bara ekki orðið var við þessar óskaplegu skipanir sem að eiga að koma frá einhverjum öðrum heldur en formanni flokksins. Ég hef oft verið setið með honum og fleirum og reynt að taka ákvarðanir í málum. Vandamálið við þessa umræðu núna og svo ofta áður að hún byggist að svo miklu leyti á því að vinstri menn eru með Davíð Oddsson ennþá algjörlega á heilanum. Þeir geta ekki hægt að hugsa um hann. Og hann í rauninni stýrir vinstri mennum ennþá frekar heldur en sjálfstæðismönnum vegna þess að allt sem að Davíð Oddsson segir hinn vilja gera öfugt. Og þetta birtist í þessari umræðu núna Icesave-málið. Allt í einu stekkur öll blokk lúðrasveit Samfylkingarinnar með Bjarna Benediktssyni sem eru búin að vera að hamast á alveg stöðugt og fjölmiðlarnir líka sem hafa nú reynt að berjast fyrir þessu Icesave-máli flestir hverjir frá byrjun. Þeir allt í einu byrja að hefja upp Bjarna sem þeir eru búin að vera mjög gagnrýnir á vegna þess að þeir þoli ekki Davíð Oddsson. Svoleiðis að hugsunin svo ef sá sem að gagnrýnir Davíð Oddsson, hann er vinur minn. Davíð Oddsson með þessu móti nær ennþá að ráða þjóðmálaumræðu á Íslandi. En nú reyndar þjóðmálaumræðu vinstrimanna. En nú reyndar ég held að þetta sé fjarri lagi sko. Nei, þetta bara nákvæmlega rétt greining sko. Hann rítst í blaði sem nánast engin lesorðið og hérna þess vegna ætti það ekki hafa mikil áhrif ekki hafa mikil áhrif. En það náttúrulega hefð fyrir því í stjórnmálum víðast hvar að fyrrverandi flokksformenn sé ekki að þvælast fyrir núverandi flokksformenn. Og við sjáum til dæmis þegar með Margaret Thatcher á sínum tíma, hún var að þvælast fyrir John Major og það þótti meira átt að mál. Og ég man til dæmis í þínum flokki að það ekkert sem fór meira í taugarnar á Halldóri Ásgrímssyni en þegar Steingrímur Hermannsson steig fram og fór að tjá sig pólitík. Og það fannst honum vera algjörlega fullkomlega óviðeigandi. Og það svona ákveðin spurning líka. Já, hann náttúrulega í nýju starfi núna sem þess eðlis að hann tjái sig óhjákvæmilega. En nafni minn virðist leggja mikið upp úr áliti fyrrverandi formanna. Hann var með talningu hérna áðan og taldi 3-1 milli formanna og þar af leiðandi væri niðurstaðan rétt. En ég held að aðalvandamálið í þessu, eins og ég nefndi áðan, sé það að þetta leiðir til þess að menn ekki að ræða staðreyndir málsins til að mynda í þessu máli. Að allt í einu skuli þessi fjölmiðlasveifla til dæmis fara svona fram og tilbaka eftir því sem Davíð Oddsson segir. Bara restin sé á móti Davíð Oddssoni. Og þetta mjög óöpilegt og einstað, fyrst ég komin út í fjölmiðlana, þó maður ekki að gagnrýna fjölmiðla, þeir náttúrulega taka gagnrýni. Það má alveg gagnrýna fjölmiðla. Hvað sagði Martin? En það spurning hvort þetta sé hvernig þeir hafa beitt sér í Icesave-málinu. Það sem að mjög margir fjölmiðlar, finnst mér, menn vita hvað skoðun við fyrir Morgunblaðsins hefur, en mjög margir aðrir fjölmiðlar hafa hins vegar ekkert síður verið að hamast í beinum áróðri. Og nú heyrði ég til dæmis í morgun flutning á svona einhvers konar vikuloka spjalli við 2 fréttamenn fréttir vikunar. Þeir voru ákafari heldur en meða pólitíkusinn í pólitískum áróðri. Og þess meðal annars svo fara þessi menn og eiga að segja ég ætla að fá að benda á það, ég var til dæmis með hérna og ég veit að ég fór mjög í taugarnar á stjórnvöldum hérna í fyrra þegar ég var með Ann Pettifor, Evu Jolie, Alan Lippietz, Max Kaiser fleira og fleira fólk sem er útlenda sérfræðinga, Sveder van Winbergen, ég var með útlenda sérfræðinga í röðum sem meldust gegn því að við samþyktum þennan samning og ég veit það ekki, ég er ekki viss að þetta sé rétt hjá þér að það hefur verið svona mikil einstefna í þessu máli. Ég vil nú líka taka upp hanskan fyrir ég var ekki að benda á þig sérstaklega. Nei, ég bara að segja að það hafa en það þú hefur þó hlýtur að orðið var við þetta á vissum fjölmiðlum. En til þess að klára þessa umræðu þá held ég að meginvandinn liggi í því og það sé ekkert nýtt að það sé tilhneiging til þess að fjölmiðlum að sveiflast alltaf með tíðarandanum og jafnvel draga en reyna að magna upp í stað þess að veita aðhald. Og þetta er vandamálið. Þetta er vandamálið sem var til hér á sínum tíma. Fjölmiðlar bjuggu til þessa stemningu sem var hérna miklu leyti. Þeir sem koma skilaboðum til almennings og hafa oft á tíðum meiri áhrif en stjórnmálamennir vegna þess að nútíma stjórnmálamenn, að minnsta kosti margir hverjir, þeir reyna að elta tíðarandann. Þeir eru ekki að leiða. Þú varst nú í fjölmiðlum á þessum tíma sem Já, og það er mjög erfitt fyrir stjórnmálamenn að ætla að leiða tíðarandann ef að fjölmiðlarnir alltaf í því eldan og magnan upp. Og þetta er svo mikilvæg umræða vegna þess að hún hefur gleymst að miklu leyti í þessu uppgjöru öllu saman. Ef við viljum forðast svona slys, þá verða fjölmiðlarnir að vera með í því og númer 1, 2 og 3 í því að þeir
veiti ráðandi tíðaranda á hverjum tíma aðhald. Mikið rétt. Já, þetta var spaklega mælt og Við höfum kannski máttum veita ykkur meira aðhald hérna á sínum tíma. Já, og ríkisstjórninu núna með því að bjóða okkur meira hérna inn. Mér var svona... Ertu ekki þriðja skipti sem þú ert hérna í veturtilvík? Á ævinni. Nei, það ekki rétt. Þriðja skipti á ævinni. Ég vil nú líka taka upp hanska fyrir fjölmiðla. Mér finnst nú fjölmiðlar almennt séð hafa fjallað mjög myndulega Icesave-máli frá öllum hliðum og það ekki kannski síst þeirra hluti sem hefur gert það að verkum að máli í þeim farvegi sem það núna. Almennt séð hafa fjölmiðlar málefnalega séð batnað á síðustu árum og þeir hafa lagt öll spilin í þessu efni á borðið og gert þjóðinni kleift að taka afstöðu til þess. Þannig að ég finnst við ekki geta gert lítið úr hlut fjölmiðla í þessu máli vegna þess að þetta eins og þú stjórnar og fleiri sjónvarpsþættir og blöðin öll hafa mjög myndulega tekið á þessu máli. Mér finnst vanta umfjöllun þennan samning. Umfjöllunin þennan samning, hún eiginlega bara, hann betri. Og hann betri. Það alveg rétt. En það vantar að fara ofan í saumana, hvernig hann betri, af hverju og hver áhættan. Þessi áhættan gríðarleg og það má rosalega lítið upp á bregða, bara örlítið flöktigengi eða örlítið minni innheimtur í búið, að þá eiginlega bara allt komið á versta veg. Ég nú aldrei ósammálaður Margrét í þessu leyti. Fólki ekki ljós þessi áhætta og þetta hefur ekki verið ábyrjandi í fjölmiðlum. Þegar menn eins og Lárus Blöndal samningamaður talar að áhættan af þessu samningi sé nánast hverfandi og... Nú bendir þú á það í blaðagreina Sigmundur Davíð misreiknaði sig í sinni umfjöllunum við þetta. Það var endur ekki nafni sem bent á það. Mér þótti svolítið gaman að því Þú hafði misreiknað. Nei, ég víxlaði Glitni og Landsbankanum í einum af mörgum liðum sem ég var að telja upp og þá svo fjármálaráðuneytið ástæða til að senda frá sér sérstaka yfirlýsingu. Það gaman að geta haft svona mikla áhrif á ríkisstjórnina og svo týndi nafnið þetta upp eins og hann gerir stundum. Hann heyrir upp það sem hann finnir í vegakantinum. En menn geta náttúrulega ruglast á öllum tölum í þessum efni en aðalatriði þetta að samninganefndin var sáttvinarsamning og menn eins og Lárus Blöndal segja að eftir þeir eru búin að fá öll álit manna á þessum samningi þá sé hann orðinn ennþá samfærðari og þessi breiði hópur sem kom að þessu máli mjög samfærandi í sínu áliti og þannig kannski komið aðalatrið þessa máls. Upphaflega áttu menn ekki að gera þetta að pólitík, menn áttu að taka þetta verkefni út frá sérfræðinni, út frá þekkingunni og leiða þessu máli breiðan hóp Það eru hroðaleg mistök gerð þarna snemma í ferlið. Vegna þess að það hefur engin Icesave-málið á stefnuskrá sinni, það hefur engin pólitíska ástríðu fyrir Icesave-málið átti upphaflega að vera úrlausnarefni sérfræðinga en ekki pólitíkur. Hérna, Margrét, það samkvæmt því sem Tryggvi segir, þá mun þetta vera samþykkt af sjálfstæðismönnum, sennilega þá í þriðju umræðu þegar hún klárast og 14-2 eða 13-3 og síðan eru 2 framsóknarmenn líklega sem sitja hjá, var það ekki? Það voru það. Sýnist þér vera myndast flötur á nýri ríkisstjórn? Já, mér sýnist það eiginlega. Ég bara spennt að fá að vita hvað hangir á spýtunni. Ég eiginlega alveg viss að Sjálfstæðisflokkurinn fari eitthvað í staðinn. Það ýmislegt sem kemur til greina ef maður vill vera með kenningar en þetta verður heldur bara alltaf komið í ljós. En við skulum líka ekki glemma því að þessi ríkisstjórn, hún hefur átt mjög erfitt uppdráttar og Samfylkingunni gengur ekkit sérstaklega vel að vinna með VG. En nú búið að fullnýta eiginlega VG, það búið að setja á alla skatta sem hægt að setja og VG hefur tekið einhvern veginn skömmina því öllu á sig. Þannig að nú held ég að VG verið skipt bara út fyrir Sjálfstæðisflokkinn. Mér sýnist að það fara vel á þeim hérna. Heldur að verði, sumir segja að það sé ekki búið til einhver samning það að kvótamálin verði ekki rekin jafn hart Já, ég heyrði það bara síðasta sumar frekar áræðanlegum heimildum en ég hef ekkert meira fyrir mig. Og þá megi ESB umsóknin halda áfram. Já, en þetta fólk sem núna að fylgja sér í kringum Bjarna, það frekar ESB sinnað inn í Sjálfstæðisflokknum. Mjög svo. Þannig að það kannski verið að skilja hina. Nei, nú bara klárum við þessu umræðu. Það vil verið mjög mikið samhljóm milli þeirra tveggja þegar þið tala atvinnumálin. Ég Það eru alveg með það. Aðalatriði þetta núna að við erum að kljást við
gríðarleg vandamál við að endurreisa samfélagið. Já. Og mér finnst ekki öllu máli skipta hvaða flokkar eru saman. Mér finnst fara betra á því að vinna saman heldur en að vera í sundrungu og sundurlyndi og megin verkefni stjórnvalda núna að koma atvinnulífinu af stað og ég bara tala fyrir því að þeir flokkar sem geta með mestum og bestum hætti komið atvinnulífinu af stað að þeir taki höndum saman. Ríkisstjórnin ekki að búið með frest. Er það ekki þessi tveir flokkar? Ég bara tel að sko megin hagsmuni þjóðarinnar að koma atvinnulífinu af stað, endurreisa það, svo við útrýmum hér atvinnuleysi á bak við hvert prósent. En mennstu að biðla til Sjálfstæðisflokks með þessu? Ég að biðla til þeirra flokkar sem geta mest og best komið af stað atvinnulífinu og Er það af FG? Við megum ekki koma í veg fyrir að megin verkefnið komist af stað og ég í samvinnu við stjórnmálaflokk sem skrifaði fyrir fáeinum mánuðum undir stjórnarsáttmála sem man kannast ekki lengur við og mér finnst það óþolandi í mannlegum samskiptum. Þannig að ég alveg tilbúin til þess að leiða hér saman nýja flokka í nýrri ríkisstjórn ef það þjóðinni til framdráttar. Er ekki fresturinn sem hún gafst forsætisráðherra og ríkisstjórnin löngu liðin? Hann liðin, jú, og enda tala ég líka með þessum hætti. En má ég aðeins tala það? Já, ég held það að sko í fyrsta lagi að það engin díll í gangi. Það engin díll. Öðru lagi að við höfum engan áhuga á því að fara með þessum flokkum í ríkisstjórn. Engan áhuga. Það sem við höfum fyrst og fremst áhuga á að hér verði kosningar. Valdajafnvægið í þinginu rangt og valdajafnvægið í þinginu hefur sem að varð fyrir svona fyrir sögulegar orsakir að það hefur leitt yfir okkur mikla ógæfu sem birtist í því að ráðstöfunartekjur heimilanna hafa verið lækkaðar með skattlagningu, hafa verið algjört úrræðaleysi í endurskipulagningu skulda heimila og fyrirtækja, menn deilera að tala þjóðnýtingu og annað slíkt. Ísland að breytast í alþýðulýðveldið Ísland og það undir stjórn þessara tveggja flokka og að láta sér detta það í hug að við höfum einhvern áhuga að vinna með þessu fólki, það algjör misskilningur. En við viljum kosningar. Verða nokkur leitt að taka undir með Tryggva. Þetta orðið mjög skuggalegt hvert stefnir með þessari ríkisstjórn. Til dæmis ef við skoðum bara skattastefnuna. Já, ég ætla ekki að tala skattamálum í dag. Það var reyndar, menn eru nú að deila það tölur þar eins og það er svo ofta á Íslandi að menn eru ekki einu sinni með tölurnar á hreinu, hvað skattbyrðin hefur lækkað, það koma árum tölur sem sína hún. Skattbyrði og lágtekjufólk hefur lækkað. Þannig að þú veist, menn, það eiginlega alltaf það sama á Íslandi. Það ekki eins og hægt að hafa grundvöldin í lagi. En það kvótamálið að nú það heiftarlega átök allstaðar í samfélaginu kvótamálið út á landi aðeinslega og mér sýnist að samfylkingin ætla ekki að gefa það eftir eða hvað? Jó, við erum aldrei nær sátt í sjávarútvegsmálum en einmitt núna og ég held að verði að leiða þessa sátt til lykta á þessum mánuðum sem nú tifa og hvaða sátt það? Það samningaleiðin og hinn leiðin. Að þetta fari skilyrðislaust í eigu þjóðarinnar í stjórnarskrá, skilyrðislaust. Það allir sammála það. Já, en við skulum átta okkur einu að þegar við horfum á fiskveiðistjórnarkerfið þá eru ákveðnar meinsemdir í því en ákveðnir kostir líka. Og við erum að horfa hérna á mörg fyrirtæki sem hafa sýnt mikla samfélagslega ábyrgð og byggðafestu sem eru að veiða sinn kvóta. Við erum hins vegar með aðra sem hafa skemmt orðspor þessara greinar sem ýmist að leigja hana, eru búin að selja hana frá sér og hafa tekið til sín þessa auðlind sem sína eign og láta aðra vinna fyrir sér. Þetta náttúrulega meinsemd sem þarf að taka á. Við getum innkallað aflaheimildir í einu lagi og útdelt þeim aftur að meginleiti og átt einhvern sjóð líka eftir fyrir aðra lausnir eins og strandveiðar og annað slíkt. En meginefni þetta að hvernig við innköllum hann og koma hann aftur út. Ertu að tala fyrir fyrningaleiðinni? Ég að tala fyrir. Ég til dæmis að tala fyrir samningaleiðin og hún felur í sig innköllum. Hún felur í sig innköllum. Málið þess að þegar menn að tala samningaleiðina, þá eru menn ekkert að tala endilega það sama. Samningaleið og síðan 65 ára nýtingarins. 65 ára nýtingarins. Samningaleiðin felur í sig. Samningaleiðin felur í sig. Við erum að tala um útgerðin leigi
leigja kvótann til einhvers ákveðins tíma. Í Noregi það 18 ár. Ég hef talað fyrir því að þetta sé til dæmis nemi tíma sem afskriftatími venjulegs togari eitthvað álíka. Við erum kannski að tala þá 25 ár, en ég minni á að í Noregi þetta 18 ár. Við erum að leigja þessa auðlind til einhvers ákveðins tíma sem rekstrarhæfur tími og þannig þetta með aðrar auðlindir eins og til dæmis jarðgufuna og jarðvarmann að þar eru menn að leigja þetta til ákveðins tíma og þar hafa menn deilt á tímasetninguna sem 65 ár og telja það sé nærlega að vera 30 ár. Svipað á þetta að vera í sjávarútveginum. Það er að klára allar borulurnar og það er þetta að finna líka fiskina. Ég held að tíminn sem við á að vera í þessu sá tími sem að gefur mestan afrakstur fyrir þjóðina og það er eitthvað sem að vísindamenn og fræðimenn og stjórnmálamenn þurfa að koma sér saman að vera að slengja fram 65 árum eða 18 árum. Ég held að það sé engin tilgangur í því. Ég vil ekki láta bara þjóðina kjósa. Þetta mjög einfalt, hvort sem með skattkerfið eða fiskveiðistjórnarkerfið, þetta sami hluturinn. Við þurfum bara að líta á það grundvallaratriði að við höfum hér líklega meiri auðlindir á mann heldur en nokkur önnur þjóð. Við erum líka með mjög sterka innviði og mikla framleiðslugetu og menntaða þjóð. Þannig að ef menn búa til rétt og lélega ríkisstjórn. Þetta var endapunkturinn. Ef menn búa til eðlilegt fyrirkomulag til þess að auka á að það verði verðmæti til úr þessu, þá þurfa menn ekki að hafa áhyggjur. Hins vegar verið það á öllum sviðum að fara í öfuga átt. Skattkerfi sem að hvetur ekki til vinnu heldur letur, þannig að fólk flýr úr landinu. Þannig að innviðirnir byrjar að bresta og við erum ekki að framlega þessu. En ef við horfum á fiskveiðistjórnarkerfi þar sem að menn eru að fá kvótagefins og að leigja hann fara á síðustu gólumstíl, veðsettan eiginlega til andskotans hérna fyrir hrun til þess að byggja síðan hallir í Reykjavík eða fara til útlanda. Þá erum við náttúrulega hljótum að sjá að þjóðin ekki að fá þá rentu af þessu sem hún ætti að fá. Við erum að horfa á kvótagróðan sem nefnir 45 milljörðum og veiðigjaldi 3 milljarðar. Eru þessi hlutföll eðlileg? Nei. Eru þessi hlutföll í boði fyrir almenning? Nei. Þessi hlutföll eru í boði fyrir útgerðina, enga aðra í samfélagi. Enga aðra. Þetta ekki blaður. Heildar ebitan í þessu, það til þess að standa undir öllum hagnað og fjármagnskostnað og annað slíkt, eitthvað 40 eitthvað milljarðar og þar að fara 9,5% í núna borgað í auðlindagjald. Nei, minna. Nei, það nákvæmlega 9,5% sem eru 3 milljarðar. En einhvern veginn hlýtur að vera hægt að koma betra kerfi á þetta sem fór bara í þetta rugg. Bæta kerfið, en menn þurfa að hafa það leiðarljós að búa til kerfi sem býr til sem mest verðmæti og einnig að þau verðmæti dreifist á þjóðin alla. En við þurfum að hafa í huga í þessu af því að menn nota þetta oft í pólitískri umræðu til þess að slá pólitíska keilur sem að nota í frasan miklu frekar heldur en út frá rökum. Við þurfum líka að hafa í huga að það ekkit sjálfgefið að þjóðin fái meira út úr einhverju tilteknu kerfi en öðru. Bara til að útskýra hvað ég á við með því, áður en að kvótakerfi var sett á, þá borguðu menn ekki neitt fyrir að veiða, en útgerðin var öll rekin með tapi, stöðugt á haustnum, sem kostaði almenning gífurlega mikið, ekki hvað síst vegna endalausra gengisfellinga. Og fiskurinn ofveiddur. Og fiskurinn vegna ofveiddur. Nú erum við komin kannski dálítið á hinn endan. Við þurfum þá bara að finna þá leið sem að skapar mest verðmæti og menn trúa því að þau verðmæti þá nái áfram til þjóðarinnar. Því að það má ekki heldur líta svo á að það nái engin verðmæti af fiskveiðum til þjóðarinnar. Öll þessi tæki sem við erum með hér og símar og myndavélarnar og allt þetta keypt fyrir fisk sem hann fluttur út. Nei, það nú ekki. Þjónustugreinarnar eru líka og ál. Við skulum ekki gera of mikið úr þessu að allir séu á framfæri í fiskveiðum. Nei, ég ekki segja það, en þetta á sinn hluti. Þannig að þess vegna finnst mér nálgun forsætisráðherra vera mjög neikvæð og ekki til þess fallin að ná sáttumálið. Eins og nefnd sem að Guðbjartur Hannesson fór fyrir var komin ótrúlega langt í því að útfæra og þróa kerfi sem að var ótrúlega víðtæk sáttum. En þegar menn standa upp, þá engin sátt í raun og veru. Það engin sátt út úr sáttanefndinni. Vegna þess að þegar menn tala sáttina, þá eiga þeir við á einn við 65 ár og annar við... Nei, við erum komin mun nær sáttina. Það má leysa það. Ég held að verða alveg hægt að leysa það. Það úrlausnarefni. Ef menn vilja sátt. Þú vilt þjóðaratkvæði. Já, við kjósum bara þetta leið að við kjósum til stjórnlagaþings aftur og MSF. Það ekki. Viltu láta kjósa aftur til stjórnlagaþings? Það má gera þetta saman, það góð hugmynd. Kvóta og ISAF og stjórnlagaþing? Það verður allavega góð mæting á Málið þurfum við að minnstakosti þá að ræða hvernig við ætlum að stilla upp valur. Það var nú líka vandamál í samfélagi. En það til dæmis,
það hugsanlegt að það geti... það ekki bara alveg sjálfsagt? Já, hugsanlega getum við náð ykkur inn á til að kjósa stjórnlagaþingið ef við myndum kjósa kvótaleiðina. Fiskveiðistjórnarkerfið upplagt þjóðaratkvæðagreiðslumál, það segir sig sjálft, þetta prinsipmál þjóðarinnar og ekki því til fyrirstöðu að kjósa það mál, en aðalatriðið að ég greini það á fundum víða land og inn á þingi að við erum komin mun nær þessari sátt en menn halda og vilja vera láta. Og það stutt á milli, þetta útfærslu atriði sem á milli, hvernig við í prinsipinu tökum aflann inn í sjóð og útdeilum hann aftur til þeirra fyrirtæki sem hafa staðið sér best og sýnt mestu ábyrgðina, mestu samfélagslega ábyrgðina og með þeim hætti að leigja þetta til ákveðins tíma sem menn geta sætt sig á og þess vegna bara fræðimenn finna út. Þá held ég við getum... En af hverju geta Norðmenn gert þetta með sína olíu? Já, við hljótum ekki að fundið þessa lausn á næstu vikum út til það fari. Það ríkisfyrirtæki. Við getum stofnað kannski ríkisútgerð. Við getum stofnað einhvers konar auðlindasjóði. Já, en sko málið það hvernig ætlum við að ná fisknum. Ég held að málið snúist það hvernig ætlum við að skipta rendinu og ég held að við gerum það með skattkerfinu, en það sem að ég held að hafi líka farið í taugarnar á fólki að það þetta framsal. Akkur setjum við ekki bara einfalt ákvæði það að sjávarútvegsfyrirtæki yfir vissri stærð verða að vera almenningshlutafélag þar sem einhver einn má ekki eiga meira en 10%. Það búið að mistókast eins? Nei, það mistókst ekki neitt, það hefur ekkert verið Þau voru á hlutabréfamarkaðinum fyrir hrun. Já, en svo voru þau tekin. Þau gáfust öllu. Ef það inn í lögum að þau eigi að vera á hlutabréfamarkaði það. Og síðan þetta vitum við ekki nema þetta sé í eigu í raun og veru í eigu einhverja banka í útlöndum veðin í það. Deilan fiskveiðistjórnarkerfið snýst fyrst og fremst það að menn að selja það sem þeir eiga ekki og við verðum að leiðrétta það. Nákvæmlega. Ég þakka ykkur fyrir að koma gaman að hafa ykkur, við ætlum að fá hér Reyni Axelsson og svo Stefán Arnórsson, prófessor í jarðvarmafræði. Takk fyrir. Takk.